Vilhjálmur Þorsteinsson, kjörsvel. Já, Mælendaskrá hefur þá verið lokað. Formaður og góður ráðsfulltrúar. Ég ætlaði nú að ræða svona dálítið almennt þetta viðfangsefni hérna, þar segja fulltrúalýðræði versus beint lýðræði og hvernig við framkvæmum það og kannski vera með svona, svipaða retórik í þessu eða nálgun og Pétur en frá hinni hliðinni, sko. Menn hafa náttúrulega lengi verið að velta þessu fyrir sem beint lýðræði og fulltrúalýðræði og þetta ekki þetta alveg aftur til Grikkjana og Aþenu og vöggulýðræðisins á sínum tíma. Hvort fyrir sig hefur sína kosti, fulltrúalýðræði hefur sína kosti og beint lýðræði hefur sína kosti. Og hvort á kannski við ákveðna tegund af málum og fulltrúalýðræði er náttúrulega á augljóslega vel við það sem að ræða flókin og mál sem að þarf tíma til að setja sig inn í og miklar upplýsingar sem að liggja baki góðri ákvarðanatöku. Beint lýðræði á aftur á móti mjög vel við þegar að ræða einhvers konar svona, má segja svona persónulega skoðun fólks sem að ekki kannski tengd einhverju pólitískri lífskoðun að öðru leyti og þá í alls konar álitaefnum, svona siðferðislegum álitaefnum og ýmsu öðru sem henta mjög vel í beinalýðræði. Þannig að eins og segja hvort sig hefur sína kosti. Síðan, ef menn eru svo, auðvitað verða menn að hafa fulltrúalýðræði í nútíma þjóðfélagi og í raun og veru held ég að mikilvægi þess aukist bara að vera með gott fulltrúalýðræði vegna þess að úrlausnarefnin alltaf að vera flóknari sem að við etja í þjóðþingum. En þá skiptir líka bara verulegu máli að fulltrúalýðræði sé vel gert og það sé það, það virki vel og kosningar fulltrúana séu góðar og fólki finnist það í raun og veru að vera að fá sína fulltrúa inn á þingið og að fulltrúarnir þar sitji í raunverulegi skjóli kjósenda en ekki kannski í skjóli stjórnmálaflokka eins og við margoft komið að hér í umræðum og að þessi fulltrúar þeir geti verið látnir sæta ábyrgð og svo framvegis og sömuleiðis að verjast spillingu og að verjast því að hagsmunahópar hafa mikil áhrif á þessa fulltrúa og svo framvegis. Þetta allt saman verkefnin og sumt af því sem menn eru kannski að kvarta yfir og menn vísa í lítið traust Alþingis. Margt af þessu eru þá vandamál við núverandi kerfi sem að þarf að laga og við erum að vinna í hér í stjórnlagaráði á margs konar vettvangi og sérstaklega eru nú tillögur nefndar sé sem við vorum að ræða hérna áðan breytta kosningalöggjöf til þings, alveg gríðarlega stórt skref þarna fram á við held ég að gera Alþingi að miklu betri stofnun fyrir fulltrúalýðræðið, miklu betri fulltrúa okkar við ákvarðanatöku. Þannig að, og við í nefnd B erum svo aftur að vinna í því að reyna að efla Alþingi í sínu störfum, færa því fleiri vopn í hendur og svo maður segja að láta það hafa betri eftirlit með framkvæmdarvaldi og svona reyna að færa jafnvægið aftur frá framkvæmdarvaldinu til þingsins sem var komið allt of mikið í átt að framkvæmdarvaldinu. Þannig að þetta með þú svona aðskilja aðeins problematíkina í þessum málum. Nú að þessu sögðu þá að því Pétur var nú að vísa til þess hvað hefði svona misfarist hér fyrir hrun, þá held ég að það sé ekki kannski endilega þannig að eitthvað beint lýðræði hefði gert það betra eða leyst þau vandamál sem þar voru á ferðinni. Það var náttúrulega í fyrsta lagi kannski vandamál ákveðin að gilda eða hugmyndafræði sem var tröllreið mörgu hér í samfélaginu og þá allri pólitík og ekki bara þá einhverjum inn á Alþingi eða í stjórnmálaflokkum heldur líka út af fyrir sig í þjóðfélaginu allstaðar, eins og segja ákveðin svona, gildi og hugmyndafræði. Síðan voru þetta vandamál í framkvæmdarvaldinu, það brást að mörgu leyti í því að halda utanum hagsmuni okkar og svo þetta voru við með ákveðið flokksræði og mennurorðnir og værukærir í skjóli sinna flokka. En það sem ég ætlaði þá að segja þetta ferli sem við erum byrjuð að setja upp í sambandi við beinalýðræðið eins og þetta lítur út núna í áfangaskjölum okkar, allavega miðað við þær tillögur nefndar B sem að lúta að óbreyttum málskotsrétti forseta. Þá erum við með einlega 3 varnagla eða 3 öryggisventla í sambandi við lagasetningu. Þegar að þingi hefur samþykkt ný lög, þá hefur innan 3 daga, þá getur þriðjungur þings, minni hluti þings, getur þá samþykkt samkvæmt tillögum nefndar C að vísa lögum til þjóðarinnar. Og þau fá þá ekki lagagildi, þetta er mjög öflug bremsa, það er stoppuð lögin þarna innan 3 daga og þau eru send til þjóðarinnar.
Síðan, samkvæmt þessum málskotsrétti forseta, þá geti forseti innan 7 daga ákveðið að synja lögunum staðfestingar. Það er að segja ef að minnihluti þings hefur ekki gert þetta, þá getur forseti gripið inn í og synja lögum staðfestingar og þá fá þau reyndar lagagildi en ganga til þjóðarinnar til þjóðaratkvæðagreiðslu innan ákveðins tíma. Síðan erum við með 3. ventilinn, það er að segja innan 3 mánaða getur þjóðin sjálf komið til sögunar, safnað þá í þessu tilviki 15% undirskrifta og valdið því að lög sem hafa þá reynda tekið gildi fari til þjóðaratkvæðis. Þannig eins og segi, þetta er orðinn 3-faldur varnagli, þarna 3-faldur öryggisventil. Mér persónulega finnst þetta nú orðið nokkuð vel í lagt, svona í heildina tekið og teldi nú sjálfur nægjanlegt að þarna væru hugsanlega þá 2 eða 2,5 ventil í ferlinu. Það er að segja að 3/4 þingmanna hefði þennan möguleika. Ég held að það sé svona ákveðið lýðræðislegt atriði að bæta umræðu hefð á þingi og auka ábyrgð minnihlutans. Ég tel að forseti Íslands ætti þá að hafa þann möguleika innan þessar 7 daga að vísa máli aftur til þingsins. Ef honum líst ekki á það af einhverjum ástæðum, formástæðum eða efnisástæðum, þá geti hann vísaði aftur til þingsins og það sem það færi þá aftur í eina umræðu viðbót og þá gæti þessi 3/4 þingmanna aftur gripið í neyðarheimilin. En ef að forseti vísar þess ekki til þings þá verða lögin staðfest og þá hefði þjóðin ennþá þessar 3 mánuði sína til að grípa inn í. Ég held að þessi svona 2,5 öryggisventil væri alveg nóg. En ég held að við verðum að horfa svona á þessa heildarmynd, hvað er það sem við viljum sjá þarna, hversu ríkt á þetta beina lýðræði að geta verið og það þarf líka að horfa á það að við erum búin að kjósa þarna þá fulltrúalýðræði vonandi með betri hætti en áður. Það verður líka að fá að bera sína ábyrgð, þannig að það sé svona ekki kannski of auðvelt að taka af þessu fulltrúalýðræði ábyrgð á heildarstjórn þjóðfélagsins með því að það sé of auðvelt að grípa þar fram fyrir hendurnar. Svo vildi ég bara segja sem svona tæknilegt útfærsluatriði, ég tel að það ætti að kannski koma fram í greinargerð með undirskriftir eða undirskriftasöfnun og það geti verið Hagstofa Íslands eða einhver slíkur opinber aðili sem annaðist það að safna þessum undirskriftum, rafrænu undirskriftum eða skriflegum með traustum og sannarlegum hætti og það væri bara þjónusta sem að þessi stofnun byði upp á fyrir þá sem að þyrftu að safna undirskriftum. Þannig að það færi ekkert milli mála þá framkvæmd. Að öðru leyti vil ég síðan bara minna á þetta sem að Gísli reynda myndi á líka með ákvæðum stjórnlaga þing til þess að endurskoða stjórnarskrá. Menn geta haft sína skoðanir á einhverjum núansum í nákvæmlega þessari tillögu sem að Gísli myndist á hér áðan en allavega finnst mér efnislega að stjórnlaga þing þurfa að vera inn í stjórnarskrá sem aðili til að endurskoða hana. Ég vil lokið máli mínu, takk.